Já, velkomin að Rauðaborðinu á þriðjudegi, að vori í Reykjavík. Við ætlum að ræða núna svona það breytingar sem eru í efnahagsmálum í heiminum. Þegar stríð kemur í kjölfar faraldurs. Og til þess að hjálpa okkur til þess að skilja þetta aðeins betur, nafna í gegnum svona ýmsa þætti sem að hjálpa okkur til að skilja betur svona þær breytingar sem eru og munu einkenna umræðina á næstu vikum og mánuðum og kannski misserum. Við fengið hérna góðan gest og gamla fasta gest Rauðaborðsins, Ólaf Margeirsson, sem staddur í Sviss að venju. Velkomin, Ólafur. Takk fyrir. Já, þannig að kannski er best að byrja á því sem að mér finnst oft ágætt að gera, sko. Hvað til dæmis við vitum afleiðingar heimsfaraldursins og getum búin að ræða það, en síðan kemur stríðið í Úkraínu eftir og svona til þess að bara átta sig á þessu, hvað telur það vera sko stóran viðburð og hafa hversu miklar afleiðingar það hefur? Eða bara til þess að glögga sig á því hvort að það sem við erum að fara að tala núna séu fyrst og fremst breytingar sem að verða í kjölfarðinum af faraldrinum og breyttum hugmyndum fólks í kjölfar af því, eða hvort að stríðið hafi sko sjálfstætt vægi og kannski til jafns við faraldurinn. Kannski erfitt að segja hvort sé jafnt við eða meira eða minna, en sko kannski best að horfa á þetta sem svona skammstíma og og síðan langtíma þróun og í rauninni það sem er að byrja út af stríðinu og það sem hefur rauninni haldið áfram út af stríðinu. Þegar Rússar fara inn í Úkraínu í lok febrúar, þá það er aðeins byrjað að hægja á kraftinum í verðbólgu í heiminum. Og það var aðalega þá bara einfaldlega vegna þess að það var byrjað að opna heiminn eða sem sagt heimshagkerfið aftur eftir COVID. En þegar þeir fara inn þá stórhækkar orkuverð, sérstaklega gasverð, aftur í Evrópu sérstaklega. Og Evrópa er mjög háð gasi ekki bara til húshitunar heldur líka til þess að framleiða allt það sem þeir eru að framleiða. Það eru mörg framleiðslufyrirtæki í Þýskalandi sem dæmi sem eru háð því að gas séu til staðar. Og það sem er að gerast núna er að verðbólgan, dreifkrafturinn á bakvið verðbólguna, hann jókst aftur og dýnamíkin í verðbólgunni, hún jókst aftur og það er síðan aftur á sama tíma sem flækir dýnamíkin ennþá meira er að Kína hefur ákveðið að ráðast á móti COVID þar í landi með því að loka það á allt. Þannig að þeir eru ennþá að nota lockdowns í Kína til þess að hægja á smitum á COVID. Og það þýðir að það er mikið af framleiðsluferlum sem eru bæði í Bandaríkjunum og í Evrópu sem ekki að fá aðfeng, til dæmis einhvers konar millistigs vörur og slíkt, sem eru framleiddar í Kína og þær eru síðan fluttar frá Kína til Evrópu eða til Bandaríkjanna sem síðan eru notaðar aftur til þess að framleiða svona aðrar vörur innan Evrópu og við erum að tala til dæmis bíla, við erum að tala stál og svona hærri vörur í virðis auka skalan. Og það hefur verið að gerast á sama tíma. Stríðið í Úkraínu akkurat núna, það hefur sem sagt aukið við verðbólgu drifkraftin og það hefur í rauninni sérstaklega ef þú ert að horfa á gasverð sérstaklega, það hefur hækkað nokkur 100% á síðustu árum, sérstaklega svona á síðustu 2 árum, cirka 2,5 ári. Það hefur hækkað nokkur 100%, 400-500% ef maður rétt. Og sú hækkun var í rauninni henni var viðhaldið út af ákvörðun Rússa að ráðast á Úkraínu. Það sem er að gerast núna síðan í Evrópu er að það er, og þetta er svona lengri tíma þróunin, það er
viðbrögð Evrópu við því sem að gerast í Úkraínu og það fyrst og fremst að núna ætlar Evrópa að framleiða sína eigin orku. Og við erum að tala stór auknar opinbera fjárfestingu í til dæmis sólarsellum, það á að auka vindframleiðslu í Þýskalandi, það á að bæta orkunýtingu mjög mikið, það á að þrýsta á fasteignageirann til þess að auka einangrun í fasteignum til þess að minnka þörfina á því að kæla þeir niður og að hita þeir upp. Þannig að bæði verið að auka framleiðslu og orku innan Evrópu, svo að þurfi ekki að flytja inn orku frá Rússlandi, bæði í formi olíu og gas, og á sama tíma verið að nýta orkuna betur og þar með minnka eftirspurnin eftir henni innan Evrópu. Og þetta mun hafa mikil áhrif á Evrópu í framtíðinni, ekki bara vegna þess að það verið að ýta undir fjárfestingu í opinberum geirum, orkuframleiðslu og slíku, heldur líka verið að auka í rauninni flæðið af orku innan svæða innan Evrópu sjálfur, ekki bara utan hennar beint inn í til dæmis Þýskaland, heldur núna verið að hugsa meira út í við ættum að byggja, segjum, sólarsölu orkuver á Ítalíu eða í Portugal eða á Spáni og flytja orkuna þaðan yfir til Þýskalands og Frakklands og svo framvegis. En þetta aftur á móti margra ára pólicy, en það strax byrjað að koma með fjárfestingar hugmyndir upp á, ég man rétt á pakkin sem núna fyrir Evrópuráðinu, hann kringum 200 milljarðar evró til þess að ýta undir þessa fjárfestingu. Þegar þú talar mest orku núna, getur útskýrt fyrir mér af hverju hækkar orkuverð í Evrópu á tímum faraldurs, áður en að kemur til aðgerða út af innrásinni í Úkraínu? Það vegna þess að það var aðalega út af olíuverði sem orkuverði hækkaði í Evrópu á tímum eða rétt eftir faraldurinn sjálfan. 2020 í apríl, ef ég maður rétt, eða í mars 2020 þá verðið á olíu, það fellur niður og með þess að á einhverjum tímapunkti þá var neikvætt verð á olíu einhvers staðar í Bandaríkjunum sem dæmi. Verð á olíu innan Evrópu, það féll mjög hratt líka, einfaldlega vegna þess að það var verið að draga hagkerfið saman í bara snar stoppa það með því að læsa því niður. Síðan þegar hægt og rólega það byrjað að opna það aftur, þá eykur eftirspurnina eftir vöru og framleiðslu í hagkerfinu hraðar heldur en þú eykur getuna á því að pumpa upp olíu og slíku og hreinsana og búa til bensín og díselolíu og svo framvegis. Hraðar heldur en þú ert að auka eftirspurnina. Þar með hækkar olíuverð og þar með hefur hærra orku verð í almennt. Núna í dag aftur á móti aðalega verið að horfa á gasverð sérstaklega. Þegar fyrir svona árið síðan eða svo, að þá voru fréttir af mikilli hækkun á orkuverði í Noregi til dæmis, þar sem fólk var að borga 6, 7, 8-falt, þar sem hafði verið að borga áður. Hvernig tekist það olíu eða gasi? Ég þekki ekki Noreg sérstaklega. Mér dettur í huga það einfaldlega verið vegna þess að Noregur hann tengdari inni í orkunetið innan Evrópu og þar með hefur bara einfaldlega verið markaðsþrýstingurinn á það að hækka orkuverðið innan Noregs líka á sama tíma og eins og orkuverður að hækka í verði innan meginlands Evrópu. En ég svo sem þekki ekki nákvæmlega dýnamíkina í Noregi sérstaklega út af þessu. Já, men þetta var komið fram. Já, þetta var líka í Bretlandi þar sem var talað að hækkun orkuverði væri eiginlega það sem að éta helst upp kaupmátt fólks. Það eru fréttir sem við vorum með kannski fyrir 1,5 ári síðan, það áður en það kemur að stríðinu. Og það hefur haldið áfram síðan. Já. En að þú talar svolítið mikið Evrópu, staðan á efnahag Evrópu áður en að heimsfaraldur kemur og hvernig Evrópa svona í stakk búin að taka á þessum vanda sem að fylgir faraldri og orku
hvað getum við kallað það, orkukreppu, orkuáskorunum og afleiðingum stríðsins. Það var byrjað að hægjast á Evrópu, ekki bara á efnahag Evrópu fyrir 2020, fyrir COVID. Það var líka byrjað að hægjast á til dæmis Bandaríkjunum og við á Íslandi líka. Þannig að COVID-rauninni bara einfallega kom því sérstaklega að það var punkturinn yfir íð sem bjóð til kreppuna sem líklega hefði, eða allavega samdráttinn, efnahagssamdráttinn sem hefði líklega kortið orðið árið 2020 þótt að COVID hefði ekki átt sér stað. Síðan 2021 og upp úr miðju ári á 2020 þá einfallega farið í það að styðja við hagkerfið með opinberum framkvæmdum og opinberum styrkjum. Það einfallega passað upp á það af ríkissjóðir, sem sagt Evrópu og í Bandaríkjunum. Þeir stíga inn í hagkerfið til þess að viðhalda eftirspurn vegna þess að einkageirinn hann annarkvort getur það ekki eða einfallega það búið að loka honum niður, til dæmis veitingastæðir og slíkt. Og þetta gert innan bæði Bandaríkjanna og innan Evrópu. Þegar og rétt áður en stríðið sem sagt brýst út, bara sem dæmi, það var búist við cirka about 4% hagvexti í Þýskalandi árið 2022 í janúar 2022. Það að segja, í janúar 2022 voru spár markaðsaðila þær að þýski efnahagurinn, eða þýska hagkerfið myndi stækka í kringum 4% að raunvirði árið 2022. Síðan kemur stríð, orkuverð hækkar, framleiðsluverð á vöru og þjónustu hækkar mikið. Kostnaður við það að framleiða og við það að kaupa eitthvað, hann hækkar og þar með dregur úr framleiðslunni sjálfri. Þannig að í dag búist við því að Þýskaland eða þýski efnahagurinn hann stækki bara 2% árið 2022 en ekki 4%. Þannig að augljóslega hefur stríðið í Evrópu í gegnum orkuverðið haft mikil áhrif á það hvernig dýnamíkin í efnahag Evrópu að þróast. Og hann þá ennþá minni heldur en hann var fyrir COVID? Já, Þýskaland ennþá minna ef maður rétt, en Evrusvæðið í heild, það búið að ná landsframleiðsla í Evrusvæðinu sem heild, og hún komin aftur upp fyrir það sem var árið 2019. Einkenni umræðina núna svolítið verðbólga. Þá það spurningin, hvers konar verðbólga er þetta? Svona verðbólguskot sem afleiðing hækkunar vöruverðs vegna truflunar í aðfangakeðju sem mun þá bara fjara út af sjálfum sér, eða þetta afleiðing þess að það búið að dæla óheyrlegu fé inn í hagkerfin. Þannig að sem að til dæmis Gylfi Zoëga Gylfi Magnússon sagði að kannski ættu menn að fara að íhuga það að þessi taumlausa dæling peninga inn í hagkerfin alveg frá hruni og svo enn frekar í COVID væru bara einfallega að kveikja upp verðbólguna. Magnbundin íhlutun hafði nokkurn veginn engin áhrif á verðbólgu. Nokkurn veginn engin. Þannig að það rangt hjá Gylfa blessuðum að halda því fram að magnbundna íhlutunin frá 2010 eða 2009 hafi ýtt verðbólgu upp. Ef það hefði verið raunin, þá hefðum við átt að sjá verðbólgu strax árið 2011 eða 12, en það var ekki. Þannig að ég ætla að vera afskaplega ósammála Gylfa það að magnbundin íhlutun frá seðlabönkum heimsins hafi ýtt undir verðlag á almennri vöru og þjónustu frá 2010. Þannig að þú gefur ekki möguleika að þetta verði svona hækkun með seinkun. Þannig að, eða við getum orðað þannig að vegna þess hvað búið að dæla mikið af peningum að þegar það þarf að gera einhver aðgerð til að stoppa verðbólguna að þá bara einfallega of mikið af peningum í kerfinu, eitthvað í þáveruna. Það munurinn á því að vera með það sem kallað stokkur eða það sem uppsafnað í kerfinu og það sem síðan flæði.
og það flæðið í hagkerfinu sem býr til verð á hverjum tíma. Það ekki það að einhver sé með milljarð í hendinni að það eitt og sér hækki verð. Viðkomandi verður að koma þessum milljarði í verð og það verður að nota fyrst og fremst. Og jafnvel þótt að þessi milljarður sem dæmi væri notaður, ef það framleiðslugeta í hagkerfinu til þess að framleiða allt það sem þessi milljarður myndi kaupa, þá myndi verðbólga ekki hækka. Og það var skorturinn á því að geta framleitt það sem var eftirspurn eftir, sem hækkaði verð árið 2021 og hingað til enn sem komið er. Og það eru tveir dýnamískir ferlar sem eru í gangi. Sá fyrsti þegar COVID á sér stað og hagkerfið því læst niður. Þá leið ertu að draga úr framleiðslugetunni í hagkerfinu sjálfu. Þú getur hort á Kína í dag. Kína, framleiðslugetan í Kína í dag minni heldur hún fyrir 5 mánuðum síðan eða 3 mánuðum síðan. Vegna þess að Kína í dag ennþá að nota sömu taktík eins og Evrópa eða Bandaríkin voru að nota árið 2020. Það að loka hagkerfinu. Og þegar framleiðslugetan dregst saman, jafnvel þótt að það myndi vera engin breyting á eftirspurnarhliðinni á sama tíma, þá ertu að auka verðbólguþrýsting í hagkerfinu. Vegna þess að þú ert að draga úr getu hagkerfisins til þess að framleiða allt það sem eftirspurn eftir. Þannig að það eitt. Þegar ríkissjóðir koma inn í hagkerfið 2020 og 2021 og styðja við það flæðið sem á sér stað. Og það flæði á ekkert með QE eða magnbundna íhlutun að gera. Það flæðið sem kemur frá ríkissjóðum í formi þess að þeir eru með halla á ríkisrekstri árið 2020 og 2021 sem ýtir eftirspurnarhliðinni í hagkerfinu upp á sama tíma og það búið að loka framleiðslugetunni í hagkerfinu þannig að hún dregst saman. Og þar með ertu komið með eftirspurnarhlið sem herri heldur en framleiðsluhliðinu og þá ertu búin að búa til verðbólgu. Síðan kemur stríðið. Og þá ertu búin að auka verðið á vöru sem alltaf nauðsynleg til þess að framleiða hvað sem þú ert að framleiða í hvaða hagkerfi sem orka. Og sérstaklega innan Evrópu þetta vandamál í dag. Og þá ertu búin að búa til dýnamík ofan á dýnamíkina sem var hægt og rólega að róast vegna þess að það var búið að opna hagkerfið aftur upp í topp, þannig að framleiðslugetan í hagkerfinu var aftur byrjuð að halda í við eftirspurnarhliðina og þar með draga úr verðbólguþrýstingi. Síðan kemur stríðið, verð á orku hækkar og framleiðslukostnaður á vöru og þjónustu hækkar mjög mikið. Og þegar fyrirtæki ákveða verð almennt, þá setja þau einhvers konar hagnaðarauka eða álag ofan á framleiðslukostnaðinn, en þegar framleiðslukostnaðinn búin að hækka kannski 30% eins og hann búin að gera í Þýskalandi yfir síðasta árið, þá augljóslega hækkar einfaldlega verðið á vörunni þegar hún kemur út úr verksmiðjunni. Og það það sem að gerast í dag. Vandamáli við þessu í dag það skortur á framleiðslugetu eða skortur á mikilvægri vöru sem þarf að vera til staðar, orka í þessu tilviki, til þess að geta haldið í við eftirspurnarhliðina. Og þú getur sagt annarkvort að vandamálið í dag vegna þess að framleiðslugetan ekki til staðar. B, þú getur sagt, ef þú vilt taka þann pólitíska pól í hæðina, vandamálið til staðar vegna þess að ríkissjóðir heimsins hafa ákveðið að viðhalda eftirspurnarhliðinni í hagkerfinu, eða C, blanda af A og B. Og í dag vandamálið það að þú getur ekki ákveðið nákvæmlega hversu mikil ábyrgð liggur hjá A eða B. Og það það sem pólitíkin í dag ræða hvar í rauninni liggur raunverulegi þrýstingurinn á verðlag. Það vegna þess að ríkissjóðir hlupu undir bagga til þess að viðhalda eftirspurninni í hagkerfinu? Eða það vegna þess að framleiðslugetan í hagkerfinu að draga saman? Þú nefnir 2 dæmi ástæða fyrir verðbólgu út í heimi. Það minnkandi framleiðslugeta sem ennþá virk í Kína. Þannig að
Það einhver afleiðingar af því sem að ýta upp í verði út allan heim og svo stríðið sem að ýtur upp orkuverði. Ekkert af þessu er það sem að Íslendingar ráða við. Þetta er svona verðbólga sem að þeir verða bara að þola. Er það að hækka vexti og grípa til slíkra aðgerða til þess að kæfa þessa verðbólgu, að kæla niður íslenska hagkerfið til þess að koma í veg fyrir verðbólgu sem að kannski er innflutt. Við getum rætt þarna hlut húsnæðis í verðbólguna eftir. Er klókt að hækka vexti til þess að drepa niður þessa verðbólgu? Ef þú ætlar að reyna að drepa niður verðbólgu sem á sér stað vegna þess að það er verið að flytja hana inn frá erlendis, hvort sem það er, sérstaklega ef það er vegna þess að framleiðsluverð erlendis er að hækka, á skipta vaxtahækkanir nokkurn veginn engu máli. Ekki til þess að styrkja krónuna eins og ég held að seðlabankastjóri eða Gylfi Zoëga sem er í penningamálnefnd hafi ekkert sagt að hluti af þessu væri til þess að ýta undir krónuna. Ég held að það frekar verið Ásgeir sem orðaði þannig. Nema, ef þú leyfir mér að klára setninguna sem ég var byrjaður á, nema að þú ætlar að styrkja krónuna með því. En það er aðalega skammtíma hagnaður. Að lokum þá einfallega getur ekki styrkt krónuna meira heldur en útflutningsgreinarnar þola. Við lærðum það til dæmis í 2008 og 2006 líka. Og á sama tíma, það er önnur leið eða svona önnur tunnel, svona áhrifa leið í rauninni sem kannski vaxtahækkun getur haft á. Og það er einfallega að reyna að draga úr, það er svona merkjasending. Það er merkjasending til allra í hagkerfinu að Seðlabankanum, honum sé alvara með það að draga úr verðbólgu með því að hækka vexti. Og þá ertu í rauninni til dæmis að segja til dæmis verkalýðsfélögum að halda sér á mottunni, þú ert að reyna að fá fólk í hagkerfinu til að skilja að Seðlabankinn ætli að hækka vexti, draga úr eftirspurn til þess að draga úr innfluttri eða samt draga úr verðbólgu. Það er jafnvel þótt að verðbólgan sé að stórum hluta innflutt í því tilviki og líka til þess að draga úr væntingum verðbólgu í framtíðinni. En það er loðið að treysta á að þessi leið virki. Er ekki svolítið verið að hengja svona bakara fyrir smið að skamma íslenska hagkerfið fyrir innflutta verðbólgu? Akkur ættu Íslendingar að taka á sig efnaðarsamdrátt vegna þess til þess að reyna að berja niður verðbólgu sem að við kannski ráðum ekki við. Getum kannski haldið genginu uppi sem að líka skaðar uppbygging viðreisn íslenska efnaðarkerfisins því að það hægir á uppbyggingu samkeppnis og útflutningsgreina. Reynda að sannfæra mig þetta sé skynsamlegt. Ég ætla ekki að sannfæra við þetta. Sérstaklega vegna þess að innflutt verðbólga í dag er afskaplega lítill hluti af heildarverðbólgunni sem er í gangi í hagkerfinu í dag. Verðbólga í dag er rétt yfir 7%, 7,2 var hún í apríl og af þessum 7,2% stigum þá er það bil 1,5% stig vegna innfluttra vara. Og hitt er vegna? Hitt er fasteignir, húsnæði og innlendara vörur og innlend þjónusta. Bæði sem sagt þjónusta frá einkaaðilum og þjónusta frá hinu opinberu. Þannig að það er, við getum þá sagt þetta sé þrískipt, það er innflutt verðbólga sem er svona 1,5% af 7. Já. Síðan erum við með eignaverðshækkunina sem er hvað? Það er 3% stig þar, þannig að það átt komin í 4,5. Já, og þá áttu eftir 2,5 sem er svona venjuleg verðbólga sem er á mörkum þess að vera bara á því sem að Seðlabankinn myndi vilja hafa hana. Já, við kringum það. Verðbólgumarkmiðin. En af hverju eru þá að berjast með svona aðgerðum sem að hafa áhrif? Einhvern veginn hefur vaxtahækkunin þau áhrif að það hækkar gengi, svo það benda á, og það getur verið háskalegt. Og svo eru aðgerðina til þess að raunverulega kæla niður hagkerfið, draga úr kaupgetu fólks.
hver tilgangurinn? Til dæmis með því að hafa áhrif á eignaverð, það er að segja fasteignaverð. Að lækka fasteignaverð með því að hækka vexti, með því að draga úr eftirspurn á fasteignamarkaði sem held ég allir sér sammála að aðal vandinn framboðsvandi. Af hverju þá verið að berja niður getu kaupendana? Til þess að draga úr hækkunum á fasteignaverði. En þá ertu að leita jafnvægi í fasteignamarkaði sem jafnvægi við allt og lítið framboð. Nákvæmlega. Og þá verður þú, og þá ertu með eftirspurnina hérna, þú ert með frambóðið hér, og þá dregur eftirspurninni. En þú þarft eiginlega bara að ganga frá fólki til þess því að fasteignir íbúðir eru mikil lífsnauðsyn. Þú þarft eiginlega bara að ganga frá kaupmætti almennings til þess svo ég haldi áfram að gera þess að þú ert að gera, til þess að koma eftirspurnin þarna niður. Þetta Og það nákvæmlega það sem í umræðunni í Bandaríkjunum í dag, að til þess að ná verðbólgu niður í Bandaríkjunum, þá talaði það að Seðlabanki Bandaríkjanna þarf að búa til kreppur, til þess að draga úr eftirspurn á þrýstingi, til þess að eftirspurnin lækki þar sem framboðsliðin En það hljómar ekki skynsamt að ætla að búa til kreppu á Íslandi vegna þess að það var ekki búið til nógu mikið húsnæði. Það hljómar nákvæmlega ekki skynsamt. Þess vegna var ég alltaf að hamra á því að Seðlabankinn ætti, ef hann vildi halda verðbólgu niðri, þá ætti hann að sjá til þess að bankar væru til dæmis í því að lána til byggingaverktaka til þess að framleiða fasteignir, frekar heldur en að lána til íbúðarkaupenda sem ekkert annað heldur en aukning á eftirspurningarkerfisins á fasteignamarkaði. Á sama tíma og byggingaverktakar voru að horfa á sín lán frá bönkunum draga saman. Þá augljóslega ertu að búa til vandamál vegna þess að þú dregur úr framboði á sama tíma þú ert að hækka eftirspurn eftir vörunni sem á að vera framleitt meira af. Afleiðingin í dag svo að þú verður að draga úr eftirspurninni til þess að eftirspurnin lækki á sama level og framboðið Seðlabankinn hefði átt að hækka framboðsliðina frekar heldur en í þessu að draga úr framboði með því að ekki ýta á bankana að lána til byggingaverktaka og á sama tíma leyfa bönkunum að auka útlán inn til íbúðarkaupenda. Augljóslega það sem gerist hér, ef þú ert með eftirspurnina þetta mikið hærra, heldur en frambúðið þá hækkar verðið á vörunni. Ef þú ætlar að draga úr verðbólguþrýstingi, þá eru að hækka frambúðið, þannig að það á sama leveli og eftirspurnin. Það það sem að gerast í dag. Hann að reyna að lækka eftirspurnina niður það sem frambúðið í dag. En hvernig getur Seðlabankinn brugðist við þessu? Mér minnir að japanski Seðlabankinn hefði getað gert þetta fyrir 1990, hann hefði getað sagt 15,5% af lánum ykkar eiga að fara til byggingar húsnæðis og svo verði að lækka aðeins lánin til einstaklingar sem að kaupa það eitthvað svona. En hvaða tæki hefur íslenski Seðlabankinn til þess að segja við bankana? Þið að lána til þess að búa til auki framboð, en þið megið ekki lána bara til kaupendana í allt of litlu framboði. Hvaða tækir það? Það eru heimildir innan bankana sem dæmi það að hvort að þær hafi komið, man ekki nákvæmlega hvenær sú reglugerð kom inn, hvort hann hafi komið með þjóðhagsvarið á tækjunum strax, eða hvort að 2016, eða hvort að það hafi komið nýlega inn reglugerðarbreytingin En allavega, það var til staðar lagaheimild þar sem Seðlabankanum var gefinn sá kraftur að til dæmis heimta að það væri bara lánað til fyrstu fasteignakaupa og þeir sem væru ekki með að kaupa fasteign í fyrsta sinn, þeir þyrftu að koma með 40 eða 50% eigið fé. Það að segja, lánshlutfallið væri þó bara í kringum
kannski 40 eða 50% sem dæmi. Það hefði dregið úr eftirspurn. Það eitt. En þetta ég ætla að segja Ólafur að ég byrja að heyra þetta pínlítið af öðrum ástæðum sem það að það að verða svona karakterbreyting á íslenska húsnæðismarkaðnum þar sem að það eru sífellt færri sem að geta keypt og eiga bara eina íbúð og sífellt fleiri sem að að líta á þetta sem fasteignatækifæri. Og það var einhver sem að nefndi þetta núna í vikunni að það gæti komið til greina að vera með stighækkandi eiginfjárkröfur eftir í hvort að kaupa fyrstu, aðra, þriðju, fjórðu eða fimmtu íbúð. En þetta er bara eftirspurnarhliðin. Þú ert eftir að segja mér hvernig Seðlabanki getur flutt neytt bankana til að lána til byggingar. Innan á framboðsliðinu sjálfur, að getur Seðlabankinn sem dæmi, hann náttúrulega líka með fyrirmála eftirlitið innan sama eða undir sama þætti. Og hann getur sem dæmi gefið bönkunum eiginfjár afslátt af því að lána til byggingaverktaka. Þar með þurfa bankar ekki jafn mikið af eiginfjár til þess að lána til byggingaverktaka eins og áður. Það ein. Í einhverjum tilvikum gæti bankinn einmittlega gert líka kröfu þá einfaldlega sagt bönkunum að lána til byggingaverktaka. Bara því verðið að gera það. Ég ekki 100% á því hvort að sú lagaheimild sé til staðar. En til þess að minnast á það þá að því að þú minnst á Japan. Upp úr seinna stríði, þá var einmitt dýnamíkin sú í Japan að Seðlabanki í Japan, hann einfaldlega fór til bankana og sagði þið verðið að lána svona mikið til iðnaðarfyrirtækja, til bílaframleiðenda, til byggingaverktaka og svo framvegis. Og ef þið náið því lána markmiði ekki, þá megið ekki lána inn á til dæmis aðra geira í hagkerfinu. Og þetta það sem ýtti undir það að nýsköpun innan japanska hagkerfisins, hún var mjög hröð eftir seinna stríð. Investments, fjárfestingin sem þurfti eftir seinna stríð til þess að byggja upp Japan bara sem heild til að búið að sprengja stóran hluta af landinu því miður í seinna stríði. Sú fjárfesting var að stórum hluta fjármögnuð með lánum frá japanskum bönkum vegna þess að banki sem Seðlabanki Japans sagði bönkunum að lána í slíkar fjárfestingar. Afleiðingin var sú að Japan iðnvæddist miklu hraðar heldur en mörg lönd eftir seinna stríð. Bjóð til bara japanska undrið held ég að það verið kallað. En Seðlabankinn og stjórnvöld í Japan snéru af þessari braut, ég man ekki hvort 93 eða 94. Og það eiginlega, þú ert erfitt með að benda mér á eitthvað Seðlabanka heiminum sem að fer eftir þessu. Og þess vegna vil ég spyrja, þetta með framboðsliðina, þetta ekki fyrst og fremst verkefni ríkisstjórnar og stjórnvalda að tryggja það að verði ekki til hér verðbólga vegna oflítils framboðs af húsnæði? Það bæði. Þetta ekki bara Japan sem gerði þetta. Og nota bene, það líka hægt, það mikilvægt að muna það að Japan klúðraði þessu upp úr 1985. Upp úr 1985 og fram að 1990 þá að stórum hluta bjóð Seðlabanki Japan til lánabóluna sem átti sér stað þá því miður. Og það mjög mikilvægt að hafa það í huga að þetta tól sem heitir á ensku credit control eða það sem var kallað í Japan, það voru þetta kallað window guidance, það er að segja glugga skipun eiginlega. Og þetta var kallað gluggaskipun eða window guidance vegna þess að Seðlabanki Japans bókstaflega sagði bönkunum að koma til sín og í gegnum glugga á afgreiðslu borði á jarðhæð í Bank of Japan, í Seðlabanki Japans, að fekk hver og einn banki einfaldlega skipanir þennan mánuðið eigið þið að lána svona mikið inn á hvert markað fyrir sig. Þið megið velja fyrirtækin sem þið eigið að lána til innan hvers og eins geira. En innan geirana verðið að lána svona mikið. Og þetta var einfaldlega skipun sem var gefin út glugga á Seðlabanka Japans og þess vegna var þetta kallað window guidance á ensku og á japansku líka. Það aðri Seðlabankar sem gerðu þetta. Kína að gera þetta í dag, sem dæmi.
Tæland gerði þetta á sínum tíma, Þýskaland gerði þetta, Frakkland, Bretar, Bandaríkjamenn líka. En allt fortíð nema Kína í þessu sem hún að telja upp. Þeir gerði þetta, það bara Kína sem að gera þetta. Allt saman í kringum eða upp úr seinna stríði sérstaklega. Og það var mismunandi hversu alvarleg eða hversu sterk skipunin var. Í Japan og í Kína í dag skipunin mjög ströng. Það að segja að hún það sem kallað hörð guidance eða hörðskipun eða hörðstjórnun á lánum. En innan til dæmis Bandaríkjanna og innan Bretlands þá var það sem var kallað mjúka eða soft credit control. Og þá var sérstaklega talað þá var tólið það að það var gefinn afsláttur sem dæmi á eiginfjárkröfum ef þú varst að lána til ákveðins geira og svo framvegis. Og það dæmi það dæmi sem Seðlabanki Íslands gæti gert í dag. En varðandi hvort að gera þetta, ríkisvaldið eða pólitíska valdið, ríkisstjórnin eða Seðlabankinn, miðað við okkar kerfi, að þá eiginlega mætti segja sem svo að húsnæðisstefna stjórnvalda hafi búið til helminginn af þessari 7% verðbólgu, 3,5%. Já, það alveg klart mál. Ég alveg afskaplega mikið á móti séreignarstefnunni á Íslandi og ég alveg handviss það að vegna séreignarstefnunni á Íslandi þá hluti af vandanum í dag einmitt þessi háa verðbólga í dag. Og ég ætla bara einfaldlega að benda á sem dæmi sérstaklega Sviss og jafnvel kannski Austurríki og minna leyti af vísu Þýskaland. En Þýskaland náði að klúðra sínum málum með því að treysta á það að flytja inn orku frá Rússlandi í staðinn fyrir heldur en að framleiða hana sjálf eins og til dæmis Sviss gerir eða Ísland sem dæmi. Verðbólga hér í Sviss í kringum 1,5%, 2% núna og hún hefur ekki verið hærri í held ég 10-12 ár, cirka bát. Það fer eftir í hvaða pólitík til staðar, hvort þú viljir að bankarnir séu að fjármagna þessa fjárfestingu sem nauðsynleg til þess að búa til vöruna sem skortur á og þessi skortur það sem að drífa áfram verðbólguna. Hvort það séu bankarnir sem að gera þetta eða hvort það séu hið opinbera. Þau getur verið blandað í saman. Vín sem dæmi, þar ertu með Vínarborg sjálfa. Hún framleiðir, eða hún sem sagt byggir slatta af fasteignum á hverju ári og hluti af fasteignum sem til leigu í Vínarborg sem dæmi í dag rekin af Vínarborg, það að segja borginni sjálfur. Fasteigninar í eigu Vínarborgar. Sama stefna innan Zürich sem dæmi líka og á sama tíma hefur lagaumhverfið innan Sviss verið sett upp þannig að það sé gefinn afsláttur á það sem dæmi til lífeyrissjóða eða til stóra fjárfesta ef þeir setja upp fjárfestingaverkefni sem sér sérstaklega það að byggja upp og reka fasteignir til útleigu sérstaklega. Þetta býr til aukið framboð. Aukið framboð heldur niður leiguverði, það heldur niður fasteignaverði, það heldur niður í kröfum það að hækka nafnlaun mikið. Og þegar allt saman leggst á eitt, þá lækkar verðbólga og verðbólguþrýstingi haldið niðri. Þannig að leið til þess að lækka verðbólgu væri að byggja hér upp stór leigufélög og regluvæða leigumarkaðinn. Má ég að því að sagði þér eitt að þú ert á móti séreignarstefnunni eins og hún sé skaðvaldurinn. Að í svona samtölum mínu við leigjendur og fleiri þá ég eiginlega komast á þá niðurstöðu að séreignarstefnan hafi byrjað að falla fyrir hrun og við lifum tíma þar sem að hún gengur ekki upp. Það eru bara fáir sem eiga efni á að kaupa sér húsnæði miðað við fjármagnsmarkaðinn, miðað við húsnæðismarkaðinn eins og hann Og það eru náttúrulega alltaf veikleiki í öllum upplýsingum því miður. En það eitt graf sem að maður getur lesið þetta svolítið út. Það það sem að íbúðum skipt eftir því hvort það sé lögaðili sem á fleiri en eina íbúð, hvort það sé lögaðili sem á bara eina íbúð, hvort það sé einstaklingur sem á bara eina íbúð eða einstaklingur sem á margar íbúðir.
Og ef maður tekur þessa einstaklingar sem eiga bara eina íbúð, sem svona, myndum maður hjarta- og æðakerfið í séreignakerfinu, að þú bara, hver fjölskylda á bara eina íbúð, að þá, aldamótin, þá voru þetta 74% íbúða sem að voru í eigu eins, það sést eikuts sem áttu bara eina íbúð. Aukningin frá aldamótunum þannig að nýjar íbúðir, fjölgun íbúða, það bara 46% sem að fara inn á þennan markað. Þess að inn á það að ein fjölskylda í það. Og sem að þýðir það að það eru svona 14.500 íbúðir sem að ættu að vera í eigu eins, ef að það verið sama hlutfall og var aldamótin, sem að vantar inn í kerfið. Og það að farið fyrst og fremst til lögaðila sem eiga margar, sem þá líklega heimavellir og félagir, en líka náttúrulega félagsbústaðir og kannski félagsstofnun stúdenta og svona. Það svona galli í þessum upplýsingum að þetta ekki greint í sundur svona hvert eðli þessara lögaðila og svo það 3000 íbúðir sem aukning hjá þeim sem eiga fleiri en eina íbúð og því miður þá ekki greint í sundur hvort það sé eitthvað sem á bara eina auka íbúð eða eitthvað sem á 100 auka íbúðir. Þannig að hægt að sjá að miðað við núverandi húsnæðisstefnu, þótt hún sé séreignarstefna kannski í orðu kveðnu, að þá hún ekki að ýta undir séreign, heldur hún hægt og bítandi að ýta undir svona að séu fleiri leigjendur og fleiri sem inn á markaðnum sem að leigja frá sér. Ertu samt þeirra skoðuna að ef þú ert með Ég er bara að benda á að það mismunur á því hvernig stjórnvöld kynna húsnæðisstefnuna sem séreignarstefnu og það sem má lesa í tölunum, það sem æ færri sem eiga raunverulega efni á að kaupa þessu húsnæði, því að við vitum það búið að spyrja leigjendur hvort þeir vilji vera leigjendur og 95% vilji það ekki, þannig að þeir eru raunverulega á leigumarkaðnum af einhverju neyð, þannig að það hefur komið í ljós. Og þá ég ekki að segja að það væri þannig ef við hefum skikkalega leigumarkað, heldur það bara staðreyndin sem núna, að núverandi stefna, hún raunverulega ýtir undir leigu án þess að viðurkenna það og án þess að fara að byggja upp eitthvað regluverk til þess að halda utan þennan mikla fjölda sem í leiguhúsnæði. Af hverju fasteignaverð hátt á Íslandi? Það vegna þess að frambúðir, stórum hluta það vegna þess að frambúðir ekki nægilega mikið. Já, og því líklega haldið bara þeir lágu, það bara margir sem græða því. Og af hverju því haldið lágu? Vegna þess að margir græða því. Já, og ef þú ert að horfa á hlutfall þeirra á Íslandi sem búa í eigin fasteign, veistu hvert það hlutfall er? Það í kringum 70-72%. Þessi 70-72% hafa pólitískan hvata og efnahagslegan hvata af því að ýta undir það að framboð af fasteignum sé lágt. Vegna þess að ef framboð af fasteignum lágt, þá meiri líkur á því að fasteignaverð hækki eða haldist hátt. Og það kemur þessu fólki til góða vegna þess að það á fasteign þá þegar. Það svolítið fyndið og það einmitt svolítið, það skemmtilegt að hlusta á það sem var að segja. Séreignarstefnan, hún hefur ýtt undir það að fáir geta keypt sér húsnæði. Já. Og það líklega rétt hjá þér, vegna þess að framboð innan séreignarstefnus kerfis því haldið niðri. Ef þú ert með aftur á móti kerfi eins og hér í Sviss, þar sem það ýtt undir það að lögaðilar geti komið inn á markaðinn til þess að byggja, til þess að auka framboðið og þar með ertu búin að minnka þrýstingin á það að fasteignaverð hækki, þá eykur líkurnar á því að fólk geti keypt sér eigin fasteign. En augljóslega þá það þannig að þeir sem eiga fasteign í dag, þeir vilja ekki að slíkt kerfi séu tekið upp. Það allavega klárt að ef það var ekki séreignarstefna eftir stríð og kannski fram til 2000, að þá hefur það ekki verið raunin síðan. Því að sú stefna sem rekin,
hún eykur ekki til meiri séreignar og það var ekki bara það að búið að henda út verkamannabústofunum sem var félagslegt séreignakerfi, heldur er kerfið einfallega þannig að það eru bara færri og færri sem að geta keypt sér séreign og stór hluti, tugþúsundir eru lokaðir inn á þessum leigumarkaði sem hér, sem mjög ólíkur því sem er í Sviss. Má ég spyrja það því að ég veit að þú hefur mikið áhuga á húsnæðismálum. Hver er munurinn á íslensku leigumarkaði og leigumarkaðnum í Sviss? Þú getur hækkað leiguna eins mikið þú vilt nokkurn veginn eða þú vilt leigusali á Íslandi. Það eru einhver takmörk það en þau eru afskaplega lítil, þau eru veik. Það er minni réttur hjá leigjendum það að vera í íbúðinni til lengri tíma eftir að þau búið að segja leigunni upp. Það er svona stærstu og líka leigusali, hann er ekki undir jafnmiklum þrýstingi lagalega séð það að laga íbúðina eins og er hér í Sviss. Stærstu munurinn og prinsipin sem í gangi hér er að ef verðbólga hækkar þá máttu hækka sem leigusali, þá máttu hækka leiguna nokkurn veginn verðbólgu en þó ekki í einu. Ef vextir lækka, þá verður þú að lækka leiguna líka. Á sama tíma það þannig að ef vextir hækka, þá máttu hækka leiguna líka. Og það ýtt undir það hér með skattalegu hagræði sem dæmi líka að framboð það ýtt undir það að fólk komi inn á leigumarkaðinn sem leigusalar og byggi til þess að leigja út frekar heldur en að kaupa eign sem þá þegar til staðar. Þetta stærstu munurinn. Þannig þetta svona það sem við kalla regluvæddur leigumarkaður. Í vikunni þá var Sigurður Ingi innviðaráðherra að leggja fram frumvarp skylduskráningu leigusamninga sem var kynnt þannig að það myndi þá gefa okkur einhverja innsýn inn í hvernig leigumarkaður væri. Þá stigu upp þingmenn Sjálfstæðisflokksins og töldu þetta að væri óþolandi inngrip inn í frjálsan markað. Þannig að það er mikil andstaða á Íslandi við regluvæða markaðinn. Það er litið á það sem óþarfa og skaðlegan. Þetta sé skaðleg inngrip. Ertu með svar við því? Er það þannig? Er leigumarkaðurinn í Sviss skaðlegri fyrir þá sem að fjárfesta þar heldur en leigumarkaðurinn í Íslandi? Mjög ósennilega. Það er mikilvægt að muna til því að frjálsmarkaður hann virkar ekki nema upplýsingar til staðar alls staðar og allan tíman. Þannig að frumvarpið einmitt að ýta undir það að frjálsmarkaður geti virkað eins og hann á að virka með því að búa til þær upplýsingar sem þarf til þess að taka fjárfestingar ákvörðunir á markaði. Þannig að frumvarpið afskaplega gott út frá þeim punkti. Það er mjög jákvætt að ýta undir það að öll leiga sé skráð. Það einfaldlega bara ýtir undir það að leigumarkaðurinn virki betur heldur en hann gerir. Hér, eins og ég segi, það er bara það sem ég bent á áðan, það er skattalegt hagræði að sérstaklega að það sé ýtt undir það og lífeyrissjóðir, tryggingafélög, líftryggingafélög sérstaklega líka eru að setja það bil 15-20% af sínum eignum í það að byggja fasteignir og eiga þær til þess að leigja þær út. Eitt af tillögunum sem komið fram í átakshópi í húsnæðismálum sem voru kynntar líka í vikunni voru einmitt þetta, þitt óskamál að það opnuð pínlítil gátt til þess að lífeyrissjóðirnir geti fjárfest í leigufélögum. Já, og það er mikilvægt einmitt að koma því þannig að það sé ekki hægt að hækka leiguna eins og hægt að gera í dag. Leiguþak, þar sem það er sett þak á það að vera með nafngreiðsluna á leigunni, það er alls ekki góð hugmynd, en það er góð hugmynd að setja á það sem við kalla leigubremsu, þar sem þú ert að draga úr hækkuninni á nafngreiðslunni á leigu. Það er að segja 200.000 krónur sem dæmi í leiguþak væri mjög slæm hugmynd, en það að geta hækkað leiguna úr segjum 200.000 í 5%, í 205.000 vegna þess að verðbólga það árið er 2,5%, afskaplega jákvætt. En á sama tíma verður að sjá til þess að leigan, hún geti ekki farið úr 200.000 í segjum
220.000 bara vegna þess að markaðsverð á slíkri leigu hefur hækkað. Og þetta í prinsippi eins og raunin hefur verið hér í 10 ár. Punkturinn, dýnamíkin sem myndast úr þessu. Og þetta er regluverkið eins og það er sett upp hér í Sviss. Dýnamíkin sem myndast úr þessu að það er fullt af fólki sem vill þá vera á leigumarkaði til langs tíma vegna þess að það getur séð fyrir sér á auðveldan hátt hvernig leigan muni þróast. Og ef þú ert með góða spá eða bara einfaldlega loforð það hvernig þín leiga sem leigjandi muni þróast, þá eru hærri líkur á því að þú sért sáttur við það að vera á leigumarkaði. Og það er það sem er að gerast hér. Þá ertu búin að búa til langtíma eftirspurn eftir því að vera á leigumarkaði og það er þessi langtíma eftirspurn sem framboðsleiðin hér í Sviss að mæta. Framboðsleiðin á Íslandi ekki að mæta langtíma viljanum til þess að vera á leigumarkaði, vegna þess að langtíma viljinn til að vera á leigumarkaði ekki til. Og það er það sem takmarkanir á hækkunum á leigu býr til. Á sama tíma, af því að þú ert ekki með leigu þak, þá ertu búin að búa til vilja hjá framboðsleiðinni, lífeyrissjóðum, stórum einkaaðilum, líftryggingafélögum og svo framvegis, til þess að byggja til að leigja. Vegna þess að í framtíðinni geta slíkir aðilar verið vissir það að þegar rekstrarkostnaðurinn á fasteignum fer upp, til dæmis vegna þess að verðbólga að hækka, þá geta slíkir aðilar hækka leiguna til þess að borga hinn hærri rekstrarkostnað. Og þá ertu búin að búa til frambúðir líka. En Ólafur, í tengslum við lífskjarasamningana þá lofaði ríkisstjórnin leigubremsu og bjóð síðan til frumvarp sem var með ótrúlega degri bremsu. Það ef maður hefði notað hana svona aftur í söguna, þá var það bara hafa hækkanir undanfarið frá hruni verið innan þeirrar bremsu sem átt að setja. En það frumvarp var ekki samþykkt meðan annars út af andstöðu held ég fyrst og fremst Sjálfstæðisflokksins. En þessi leigubremsan ekki í nýju tillögum átakshópsins. Þannig að hún dottin út. Það er samt talað það að það eigi að setja fram skýrari reglur það hvernig leiga eigi að þróast. Og ég skil það það er miklu veikar en var áður. Sko. Þetta er veikar en það var áður. Þau eru að bakka út með leigubremsuna. Það er bara þannig. En það sem ég var að benda á þú hefur verið mikil talsmaður þess að lífeyrissjóðirnir fjárfesti beint í leigufélögum. En það er opnað fyrir það í tillögunum. Og það er bara afskaplega jákvætt. Þetta er félag Blær sem byggir bókstaflega til þess að leigja út. Og það er það sem vantar. Það þarf að fjármagna félag sem byggir til þess að leigja út. Slíkt félag, jafnvel þótt að slíkt félag væri bara innan gæsalappa að hækka leigu í samræmi við til dæmis verðbólgu eða verðbólgu með einhverju töf eða einhverju slíku. Þetta félag myndi sjá til þess að verðtryggðar skuldbindingar lífeyrissjóða, þarna væri búið að finna eign sem að hækka í samræmi við slíkar skuldbindingar. Og lífeyrissjóðinir þurfi ekki að gera annað heldur en að byggja til þess að leigja, til þess að finna eign sem þeir eru alltaf að leita að, sem verðtryggð á sama tíma og þeirra skuldbindingar. En er svona náttúrulegur aðili til þess að leysa frambúðsliðin á húsnæðismarkaði. Sá aðili sem hefur langmestu hagsmuna til þess að gera það. Og augljóslega aðilinn sem með slíkar skuldbindingar sem að leita að slíkum eignum. Og langtíma skuldbindingar líka, sem á sama tíma væri mætt með því að kaupa langtíma eignir, það að segja fasteignir. Herðu, okkur við spáðum gaman að tala húsnæðismál, en ég ætlaði að fara aðeins svona víðar. Við byrjuðum á stríðinu og eftir leik faraldursins. Sumir hafa komið hingað, meðal annars Gylfi Zoëga, nú vitna ég hann í þetta sinn. Hann sagði að þetta gæti haft, ástæðið sem núna, gæti verið svona varanleg afturför í alþjóðavæðingu. Hún yrði ekki söm
og það var svo beigur í honum, hann talaði sko að Íslendingar ættu að velja sér svona hvar þeir ætla að vera í heiminum og horfa meira til Evrópu, að það væri svo mikill svona ástandi sem væri núna bendi til þess að þessi alþjóðavæðing sem hafði verið áður með þessum virðiskeðjum, hráefniskeðjum og aðfangakeðjum út allan heim, að þetta bara gengi ekki. Þannig að við þessuna, og það myndi hafa þær afleiðingar að svona hvert svæði myndi reyna að vera sjálfstæðara og við þurftum að velja okkur svæði. Hvað heldurðu að við sem að lifa svona mikil straumhvörf í efnahagskerfi heimsins? Það var strax árið 2017 eða 16 eða svo, þar sem þá byrjaði að draga úr alþjóðlegum flutningum eða alþjóðlegum viðskiptum á vöru og þjónustu sem hlutfall af heimshagkerfinu. Síðan 2017 eða 16 ef ég maður rétt, þá hefur þetta hlutfall, það hefur svona rokkað og frekar heldur en ekki það hefur lækkað. Það hefur svona leiknin hefur verið niðuröfð. COVID, eins og svo margt annað, ýtt undir þetta og í dag sem dæmi, og þetta er rétt hjá Gylfa, í dag er augljóst að það eru mörg fyrirtæki bæði í Bandaríkjunum og í Evrópu sem eru að leita eftir því að geta kattað á bæði Rússland, augljóslega, og Kína út úr sínum aðfangakeðjum. Og það þarf ekki að ræða ástæðuna af hverju það hefur verið að katta á Rússland. Ástæðan fyrir af hverju það hefur verið að katta á Kína er meðal annars sú að þeir hafa nálgast það hvernig þeir eru að díla við COVID á annan hátt heldur en Evrópa og Bandaríkin, þar sem það er frekar lokað á að framleiða eitthvað, hagkerfinu er skellt í lás, frekar heldur en að bólusetja og síðan opna hagkerfið upp á nýtt. Og það sem þetta gerist, ef þú ert fyrirtæki, og þú ert fyrirtæki í Frakklandi eða á Bretlandi eða Noregi eða á Íslandi sem dæmi, þá þarf þú að bíða lengur eftir því að fá vöruna sem þú ert að bíða eftir frá Kína til þess að geta framleitt það sem þú vilt framleiða. Og þá er einfaldlega betra að finna vöruna innan Evrópu sem dæmi eða frá Bandaríkjunum og svo framvegis. Og þetta er hluti af því af hverju það er verið að breyta aðfangakeðjum út allan heim í dag. Eldur Ólafsson sem er verkfræðingur og rekur og á hluti í gullnámu sem er ekki komin í virkni í Grænlandi. Hann hefur sagt þetta líka og hann bendir alltaf á að hann sé með fjárhagslega hagsmuni í þessari námu því að það sem hann er að boða er það að menn eigi að leita málmum inn á sínu svæði og þar með er líklega Grænland þar inni. Hann hefur alltaf þennan varnagla á að menn mega túlka það sem hann er að segja sem svona að beina athygli fólks að námun hans. En hann segir að þessi tími þar sem að við gátum lifa við ódýra vöru og ódýr hráefni sem að voru flutt langt að lifað raunverulega fengi ódýra vöru vegna lágra launa sem að fólki sem framleitt þetta fekk annar staðar eða með hráefni sem að voru svona auðlitarænd í Afríku þar sem að spilt stjórnvöld tóku bara pínlítinn hlut og við fengum þau raunverulega þarlegandi á miklu lægra verði heldur en ef að þarna hefði efnahagskerfi verið í lagi. Þessi tími er bara liðinn, þannig að við eigum að fara að horfa á allt verður miklu dýrara. Það verður allt miklu dýrara þegar þetta horft til lengri tíma. Hvað segir svona framtíðarsýn? Ég held að dýnamíkin sé augljóslega svo að einmitt verðbólga hún verði erfiðari næstu 10 ár heldur hún hefur verið síðustu 10 ár og það er síðustu 20 ár sem dæmi. Það er alltaf verið að tala 1970 núna og 8. áratuginn þegar Jom Kippur stríðið á sér stað 71 eða 70 þá taka sem sagt Bandaríkjamenn, þeir taka stöðu með Ísrael og Arabaríkin þau setja á útflutningsbann á olíu til Bandaríkjanna og raunar til sumra Evrópulanda líka, Holland, Bretland sem dæmi. Þetta olli því að orkuverð og margar aðfangakeðjur brotnuðu og svolítið svona svipuð dýnamík kannski eins og í dag, sérstaklega þegar horft er á innflutningin á orku frá Rússlandi til Evrópu. Þetta var svona hálfpartinn
endurtekið árið 79 þegar byltingin í Íran á sér stað. Það var aftur orkuverðssjokk og þannig gekk þetta svolítið í kringum svona 1970 upp á kannski 1980. Verðbólga í Bandaríkjunum toppaði árið 1980, hann toppaði 3 árum síðar á Íslandi út af kannski aðeins öðruvísi dýnamík og svona öðruvísi ástæðum. En frá 1980 og til 2020 þá hefur verið nokkurn veginn 40 ára lækkun á vöxtum, meðal annars vegna þess að framleiðslu getan í hagkerfinu, sérstaklega innan Evrópu, hún breyttist mikið og á sama tíma var, sem dæmi, Norðursjór var byggður upp úr svona 1960, 1970, 1980. Olíuframleiðslan í Norðursjó kemur ekki í fullt gagn fyrir kannski upp úr 1980 og það er þessi auka orkuframleiðsla innan Evrópu sem dregur úr þrýstingnum meðal annars á olíuverð í heiminum og á orkuverð og þar með á verðbólgu innan Evrópu. Og dýnamíkin í dag er svolítið svipuð. Þú verður að setja fjárfestingu í það að byggja upp orkuframleiðslu getuna innan Þýskalands, Frakklands, kannski sérstaklega Þýskalands, í staðinn fyrir að einfaldlega flytja orkuna frá öðrum hluta heimsins innan gæsalappa. Og þetta í dag er hluti af því, eins og þetta sama tíma ertu líka, sko, Kína fer inn í WTO, heims Trade Organization, World Trade Organization, 2001, ef ég maður rétt. Og þessi 20 ár, nokkurn veginn ýttu undir það að væri 700 til 800 og náttúrulega með öðrum löndum líka, var stór hluti að það var mikil aukning af vinnuafli í heiminum sem var þá til staðar fyrir Evrópu og Bandaríkin. Þetta var nýtt einmitt, eins og þú segir, með ódýru vinnuafli. Í dag eru laun í Kína það bil 3-falt hærri heldur en þau voru fyrir 15 árum síðan, það bil. Og bara þessi launahækkun ýtir undir það að í framleiðsla í dag, hún er enn frekar dregin frá Kína til Evrópu aftur. Og þá einfaldlega ertu að hækka framleiðslukostnaðinn og þá ertu að hækka verðið á vörum og þá myndu enda á því að þú hækkar vexti líka vegna þess að seðlabankar heimsins í dag, þeir bregðast við verðbólgu í dag með því að hækka vexti. Ok, þannig að það er svona samljómur með Gylfa, Eldi og þér. Norðursjórinn er þá líklega, eins og vitni í það sem átt að segja uppæði, að það verður sólarrafhlöðu orkuver á hásléttum Spánar sem að er lausnin fyrir orkukreppunni í Evrópu. En Gylfi var eiginlega á því að við ættum bara að ganga í Evrópusambandið. Þetta væri tími þar sem við ættum að velja okkur stöðu. Ganga í Evrópusambandið, ég man ekki hvort hann sagði taka upp evru. Er betra að vera inn í Evrópusambandinu með evru í svona umbreytingatíma eða er betra að ráða yfir eigin mynt? Ég sagði einu sinni við, og ég hef sagt við marga í mörg ár, ég er náttúrulega að hagnast mikið á því að Ísland er í EFTA. Það er þökk EFTA þá get ég búið í Sviss. Alþjóðavæðingin hefur verið afskaplega jákvæð fyrir mig. Og út frá þeim punkti og einfaldlega að sjá hversu margir möguleikar það eru fyrir Íslendinga að stunda viðskipti innan Evrópu sérstaklega, þá augljóslega er ég hlynntur því að það sé tekið náið samband og sambandið því sé haldið nánu við Evrópu og Bandaríkin líka. Ég hef sagt það við marga aftur á móti á sama tíma að þótt við værum í nánu sambandi við Evrópu, þótt að það væri í Evrópusambandinu formlega eða ekki, þá væri það ekki góð hugmynd að vera með mynt sem er ekki með eigin ríkissjóð einhvers staðar. Ef Evrópa væri með sameiginlega ríkisfjármálastefnu, þá væri það allt annað mál. Þá er hægt að ræða það hvort það sé skynsamlegt fyrir Íslendinga að vera með evru eða ekki. En
Meðan þessi sameiginlega ríkisfjármálastefna ekkert staðar, þá alltaf brotalögum í því að Evrópa geti hratt og þægilega innan gæsalappa á pólitískan máta ýtt undir það að koma í veg fyrir kreppu í einu landi með því að ýta undir þá ríkisfjármálastefnu frá hinum sameiginlega ríkissjóði Evrópu. Að meðan þessi sameiginlegi ríkissjóður ekkert staðar, þá þessi dempari ekkert staðar. Þar með ertu búin að hækka verðið. Þú ertu búin að auka hlutfallslega ábata af því að vera með eigin mynd. Og ég held að þróunin ekki í þá átt að Evrópusambandið verði að svona pólitískri einingu. Það víða í Evrópusambandinu við völd flokkar og menn sem að vilja síst af öllu fara þangað. Ungverjaland, Pólland og líka mjög sterkir flokkar í Ítalíu og núna Spáni sem að vinna mjög gegn öllum slíkum hugmyndum. Þannig að kannski við fjarri því að þurfa að fara að taka ákvörðun það. Þannig að það ekki fyrir en að þetta gerist að þú myndir vilja taka upp evru. Það væri orðin ríkisstjórn Evrópu. Blessunarlega Evrópa nær þessum sameiginlega ríkissjóði í dag heldur hún var fyrir þó ekki nema 3 mánuðum síðan. Og hún örugglega nær þessum ríkissjóði í dag heldur hún var fyrir 10 árum síðan. Og ég held að það væri mjög jákvætt skref fyrir Evrópu að setja ná þessu pólitíska skrefi að klára það að vera með nothæfa mynt sem bökkuð upp ekki bara af Seðlabanka heldur líka af ríkissjóði, sameiginlegum ríkissjóði Evrópu. Og pólitískt þá held ég að það væri allt önnur dýnamík sem myndast fyrir Ísland ef þessi ríkissjóður væri myndaður heldur en í dag þegar þessi ríkissjóður ekkert staðar. Þá ertu byrjað að tala önnur efnahagsleg svona dýnamísk mál heldur en í dag. Ég held að Orbán, Salvini og kallarnir í lög og rétti myndi ekki taka undir þetta með þér. Þetta væri Þetta bara eins og Max Planck sagði, framfarir gerast, einn dauða í einu. Herðu, gaman að tala við þig, en það eitt mál sem að þegar við kynntumst yfir Zoom í upphafi COVID, að þá var eiginlega vinsælasta umræðuefnið alltaf í lok spjallsins var atvinnuframboðstrygging, því þá vorum við koma svona siglin í COVID og þá jókst atvinnuleysi náttúrulega gríðarlega, hratt, kannski fólk búið bara að gleyma því, en það var ótrúlega tölur, ekki bara á Íslandi heldur að sjá fjölgun atvinnuleysis í Bandaríkjunum var bara eitt skrýtnasta línurit sem hefur sést. Og þá varst þú mikið að tala atvinnuframboðstryggingu. Eitthvað að tala þetta núna? Telur að vera líkur á því að þessu verði? Þú erum mjög bjartsýnn núna, þú ert að tala ríkissjóð Evrópu, þannig að kannski stendur fyrir þér að eitthvað tæki atvinnuframboðstryggingu. Ég held að þetta ekki bara spurning það hvort séum í kreppu eða ekki. Bara sem dæmi, það 10.000 manns sem atvinnulaus á Íslandi í dag. Bara sem dæmi. Það eitthvað í kringum 5.000 manns sem hafa verið atvinnulaus í 6 mánuði eða lengur. Blessunarlega þetta að lækka, en þetta eftir sem áður 5.000 manns sem að leita að vinnu en fá hana ekki. Og þetta vinnuafl sem Íslands hagkerfi í dag ekki að nota. Þetta fólk sem í mörgum tilfellum vill vera á vinnumarkaði, það vill finna sér vinnu, það vill fara út og fá hærri tekjur sem dæmi, það vill hitta fólk og svo framvegis og það vill einfaldlega ekki vera félagslega einangrað eins og því miður gerist oft þegar fólk atvinnulaust. Og ég ætla að hamra á því aftur, það ekki krafa það að ná sér í vinnu innan atvinnuframboðstryggingar. Þetta val. Þetta ekki nauðungarvinna. Það ekki verið að píska neitt til þess að taka vinnutilboði innan atvinnuframboðskerfis. Þetta val það hvort þú viljir vera á atvinnuleysisbótum eins og á þeim tíma eða hvort þú viljir vera í einhvers konar vinnu sem dæmi í dag. Það fullt af opinberum verkunum ennþá í dag sem þarf að gera
til þess að til dæmis ná markmiðum Íslands loftslagsmarkmiðin. Það þarf að planta mörg 100.000 plöntum á Íslandi sem dæmi til þess að græða skóga. Það þarf að viðhalda görðum, það þarf að bæta vegi og svo framvegis og framvegis. Það fullt af verkefnum sem eru til staðar. Og jafnvel þótt að fólk í dag sé ekki að tala það að séu 20.000 manns eins og voru atvinnulaus hér þegar toppnurinn var hvað mestur í COVID, heldur bara innan gæsalappa 10.000 manns eða 5.000 manns sem eru búin að vera atvinnulaus í halvt ár eða meira. Þá er þetta eftir sem áður tæki, þetta er kerfi sem leyfir fólki og býður fólki upp á möguleika til þess að finna sér vinnu. Við erum ekki félagslega einangráð og svo framvegis. Og þetta er líka kerfi sem þarna ýtir undir það að vinnuaflið, það getur farið úr vinnu sem það vill ekki vera í dag og það getur farið í til dæmis símenntun eða sérmenntun, einhvers slíkt. Það þarf að ýta undir það að endurmennta fólk til þess að nota tölvutækni, það þarf að sjá til þess að það verði ekki atvinnulaust í framtíðinni vegna þess að starfið sem það er að gera í dag verður ekki lengur til og þá þarf fólk einfaldlega að vera búið að læra eitthvað nýtt. Og það er verið að tryggja það með atvinnuframboðstryggingu að atvinnuleysi í framtíðinni verður ekki vandamál. Og það er verið að auka notabenni líka, það er verið að tala það í dag, að það er skortur á sérmenntuðu og sérhæfu vinnuafli í dag. Þannig er komið kerfi, þar sem það er hægt að setja upp til dæmis að fyrirtæki þau geta ráðið fólk innan atvinnuframboðstryggingar, þar sem fólk er þá einfaldlega ráðið innan einhvers ákveðins tíma inn í fyrirtæki sjálft. Fyrirtækið og fólki innan þess fyrirtækis það kennir fólki hið nýja starf og þegar atvinnuframboðstryggingin rennur út á viðkomandi starf, þá getur einfaldlega fyrirtæki ráðið viðkomandi á fullum launum, á launum, einfaldlega augljóslega af því að þá er viðkomandi orðin sérhæfur og þá er búið að finna vinnuafl sem fyrirtæki í dag fyrir að leita. Kannski er bara snjallt. Það er ekkert í þessu sem segir að þetta sé bara fyrir kreppur. Þetta er líka þegar hagkerfið gengur vel. Og kannski er snjallar að ræða einmitt þetta þegar við erum ekki að horfa fram í okkur svona ógnir atvinnulífsins þar sem að fólk vil grípa til svona skyndi aðgerða og annað slíkt. Kannski er besti tíminn til þess að ræða þetta einmitt þegar er svona meira normal ástand heldur en var þarna þegar við vorum að tala þetta fyrir 2,5 ár síðan. Herðu, Ólafur, þakka kærlega fyrir að koma hérna og við fórum svona víðan völl, alltaf gaman að tala við þig. Ég segi eins og fólkið á elliheimilinu ekki láta líða svona langan tíma fyrir næstu heimsókn. Og hlustendur þakka ég fyrir að staldra hérna við. Það er uppstillingardagur á 50-daginn og ég held að sé þannig að þá verði ekki fleiri rauðborð í þessari viku. Við sjáumst aftur við rauðaborðið á mánudaginn en á laugardagsmorgun klukkan 10 eða hálf 10 að þá verður vinnuskúr. Þá verð ég í vinnuskúrnum og fæ til mín góða gesti að ræða fréttir vikunnar. En ég þakka hlustendur fyrir að staldra hérna við hjá okkur í kvöld og segi bara góða nótt.